Það er lagi. Ég heiti Óskar Freyr Sigmarsson, forstöðumaður tækniframkvæmda. Sviðið okkar sér kannski þrennt svona í megin dráttum. Við erum með tækniþróun sem sér nýsköpunarverkefni, reyna að bæta framleiðsluferlinn okkar og finna tækifæri í rekstrinum. Við erum líka með verkefnastofu sem keyrir framkvæmdaverkefnin okkar. Sér verkefnaskrána og fjárfestingaverkefnin. Og svo í þriðja lagi þá erum við með eignastýringuna þar sem við berum ábyrgð á öllum búnaði og eigum hann, viðhaldsplönum og öllum rekstrarkostnaði og reynda fjárfestingakostnaði líka. Það sem kannski margir vita ekki að ég eins og kremið í Oreo-kekskökunni. Held þessu saman, læt dæmi ganga upp og svo ég auðvitað sætur. Góðan daginn. Ég heiti Guðjón. Ég ber þann þjála titil að vera deildarstjóri fasteigna húskerfa og svæða. Við erum 6 manna teymi sem höldum virkjunum gangandi, bæði úti og inni, allt frá rót og upp á þak. Við sjáum allar fasteignir náttúrunnar og svæðin. Það er ekki nema 60.000 fermetrar og svo eru 2.000 hektarar. En það eru ýmis verkefni, stór og smá. Guðjón, ég held að þetta sé plastblóm. Þetta er inni, ég er búinn að vera að vökva þetta í 2 ár. Það er nokkuð sem að segja ekki lifað. Sko, það er bara að vökva þetta betur. Húskerfin eru svona eins og hjartað í öllum byggingunum okkar. Við erum með yfir 30 loftræstikerfi. Það eru 20 mælastöðar sem mæla gasið hjá okkur allan sólarhringinn. Yfir 60 skynjarar sem þarf að sinna og þjónusta. Svo erum við með töluvert mikið af ljósum í útskiptum, en það má áætla að sé 5.000 til 7.000 ljós í virkjunum. Það er mikið verkefni að skipta út í LED, glóperur og flúrperur er eitthvað sem er alveg búið. Stundum virka ljósin hjá okkur og lýsa upp nóttina og daginn. Þetta átti að vera öfugt. Ég ætla að vona helmingurinn að það virkar. Snjóbræðsliðin á hana. Og eins og í virkinu þá er aldrei einn dagur eins. Við getum verið einhvern dagar inn á skrifstofu að skipuleggja þakútskipti eða hérna út á plani að reka rollur þegar nýbúið skiptum eða steypa kantsteina. En hér erum við með eitt stórt verkefni á okkar vegum. Það er þetta hérna. Tala alltaf allir svona new car smell, svona vita hvernig það er. En og hefur ekki lifað þegar hún hefur fundið nýja lykt af snjóbræðslu. Sjáu þið, hvað þetta bráðna fínt. Húskerfin eru töluvert mörg. Við erum með slökkvukerfi á öllum hæðum, Froðu, Energien, Statex og alls konar slökkvutæki út allar virkjanir. Svo erum við með aðgangsstýringuna sem er sem er svona svolítið eins og loftið. Maður tekur alltaf sem sjálfsögðum hlut þangað til að það er ekki í lagi. Húskerfin okkar eru sum stór, önnur aðeins minni og sumt að þessu svona það sem fólk heldur að gerist bara sjálfkrafa. En allt skiptir þetta máli. Við þurfum bara að vaða í þetta og við vissum hvað það er sko. Hæ, ég heiti Kristín og ég er deildarstjóri verkefnastofu og á verkefnastofu starfa 10 einstaklingar. Við erum með 9 verkefnastjóra og svo ég, deildarstjóri, og við höfum það hlutverk að verkefnastýra stórum fjárfestingaverkefnum. Og það er allt frá því að bora holu í að stækka varmastöð,
í að skipta út búnaði og fleira spennandi. En það sem við erum líka að gera er að við erum líka að styðja við ykkur, vini okkar í fyrirtækinu sem eru líka að verkefnastýra verkefnum, minni verkefnum. Fyrir utan það að vera verkefnastýra stórum verkefnum og styðja ykkur kæru vini, þá er kannski það svona sem við eigum mestum tíma okkar í er að bæta okkur í Gallup-könnunum. Og við skoruðum frekar lágt í spurningunni að eiga besta vin í vinnunni. Og svona fundum það að við þurftum að eignast fleiri vini og eignast fleiri bestu vini í vinnunni. Og eins og við vitið þá er spurt að því í einu örsamtölunu bara hver er besti vinurinn, hvað heitir hann og hvar á hann heima. Og ég tók þessu bara mjög alvarlega og ég fór bara og sótti besta vinans Rúnars, Gísla Þór. Gísli, hvernig finnst þér annars að vinna á verkefnastofu? Sko, mér finnst það frábært. Það er frábært samstarfsfólk og bara það er skemmtileg samvinna. Við svona aðstofum hvort annað mikið, fáum upplýsingar og svo bara við reynum að styðja hvort annað og halda hver öðru uppi. Við erum að fá svona svolítið skýra myndaði hvað verkefnastjóri er að gera. Getur þú sagt það? Já, sko, verkefnastjóri er kannski eins og nútíma flugmaður. Flugmenn, þeir sinna og stýra sjálfvirkum flugum mestu leyti. En þeir undirbúa flugið og undirbúa lendinguna, áætlunina og svo fylgja þeir fluginu. Hvað er Rúnar eiginlega að gera? Já, hann er ekki bara að vera verklegur. Já, þannig að líta út fyrir að sé að vinna. Já, hann gerir það svona. Jæja, Rúnar, geturðu sagt okkur aðeins hvað þú ert að gera í vinnunni? Herði, ég er verkefnastjóri, þannig að ég gerir bara sem mest lítið. Ég segi öðrum hvað þeir eiga að gera og meðal annars í varmastöðin, þar sem við erum að stækka varmastöðin á Hellisheiði. Þetta verkefni er áfallinn kostnaður er 1200 milljónir eins og staðan er í dag. Heildaráætlun fyrir þetta verkefni er 3,1 milljarður tæplega. Þetta er samblanda af áætlunum sem að ráðgjafar vinna fyrir okkur. Svo tökum við og vinnum greiningarnar áfram, ýmist með gervigreind eða öðrum tólum. Þetta er töluverð nákvæmni þegar við erum komin á þetta stig. Við erum búin að skuldbinda fyrir þetta verkefni rétt tæpa 3 milljarða í verksamningum og tækjakaupum. Þannig að þetta er orðin töluvert nákvæm áætlun, en nákvæmni áætlun þróast eftir því sem að framvinda verkefnisins þróast. Ég heiti Helgi, ég er deildarstjóri raforkukerfa, ný deild sem var búin til í haust. Mínir menn eru Raggi og Logi og Keli og Birkir. Raggi og Logi sem að sjá stjórn og netkerfin, sjá svona servermál, stýrivélar og öll þessi stjórnkerfi sem við rekum, sem eru virkilega 6 í dag. Síðan eru Keli og Birkir sem sjá svona rafmagnsmálin sem að búnaðurinn sem við erum að stýra. Keli er ákveðinn með rafmagns og þeir eru með mjög langa lista af verkefnum sem þau þurfa að sjá með svona öryggismál og verkefni og skipulag, umbótaverkefni og alls konar svoleiðis. Kiddi skoðar olíusýni. Örvar kynnist búnaðinum sínum betur. Óli finnur sér nýtt blöndunarverkefni. Heimir flýgur dróna ofan í skurð. Birkir prófar nýja leið til að lækka rekstrarkostnað. Og Elvar spáir í spánni. Í kvöld á Förki. Já, góðan daginn, Elvar Aron heiti ég er deildarstjóri orkuframleiðslukerfa og við stýrum viðhaldi á öllum búnaði orkuframleiðslukerfa sem þið sjáum hérna. Við erum með turbínu BL1 sem er framleiðir 45 megawatt og við erum með vetnisstöðvar, lofthreinsunarstöðvar, loftpressur, varmastöðvar
og borholur, svo eitthvað sé nefnt og það mikilvægasta náttúrulega teymið mitt og hér eru þeir. Ég heiti Heimir Haraldsson og ábyrgðarmaður veitingagerðar. Ég heiti Kitti og ég ábyrgðarmaður vélbúnaðar. Ég heiti Örvar og ég sérfræðingur vélbúnaðar. Ég heiti Birgir og ég ábyrgðarmaður varmastöða og annarra kerfa. Ólafur heiti ég og sérfræðingur í blöndunar og varmastöðum. Í dag ætla ég að sýna ykkur fullkomnar blöndu, malti og appelsíni. 62% landmanna vilja hella appelsínunni í fyrst. Síðan maltinu til þess að það freyði sem minnst. Gott að halla könnunni vel. Þar hafið það, í fullkomna blanda. As we venture into the rugged landscapes of Iceland, we come upon a most remarkable organism, on power. And within this vast and intricate entity lies a smaller, highly specialized habitat, the Technical Development Department. Their mission is clear yet ever-evolving, to understand how our resources can be used more wisely, how operations may be refined, and how the plant might grow into the future. Quietly and diligently, they shape the path forward, guiding on power toward a more efficient and sustainable tomorrow. Við erum með markmiðið að bæta gufunýtni í virkjanarekstri 8 megawatt. Verður rekstrarspáin og fjárfestingarspáin á næsta ári í lagi? Já, hjartans þakkir.